Velkomin í þáttinn. Í dag erum við að reynslaka þessum glænýja MG S6. Þessi MG S6 er fjórhjóladrifinn rafbíll og hefur hann 77 kWh rafhlöðu og getur hann dregið eitthvað 480 km, gefið upp af framleiðanda. Ef þú kemur bílnum í DC hleðslustöð sem hefur eitthvað 144 kW, þá getur þú hlaðið hann frá 10% upp í 80% á 38 mínútum. Þessi bíll er langt í frá að vera sportlegur, en hefur hann engu að síður eitthvað 360 hestöfl og er það bara ansi vel í látið í svona rúmmiklum og rúmgóðum og vel verðlögðum fjölskyldu rafmagnsbíl. Fyrir þessar 6,8 milljónir þá fá farþegar hérna fram í hita í sætum, kældsæti, hita í stýri, þú fær líka adaptive cruise control, þú fær head-up display, 10 hátalarar hljóðkerfi sem að hljómar miklu betur en það á að gera ef við horfum til þess að þetta hljóðkerfi hefur ekkert nafn, þetta er ekkert merki, þetta er bara silfurlitað en það hljómar fáránlega vel. Afþreyingarkerfið í þessum bíl kemur í þessum 12,8 tommu skjá og er alveg merkilega þjált og gott. Svo kemur afþreyingarkerfið líka með YouTube, Spotify, TikTok og Amazon Music. Þessi bíl kemur með öllum nýjustu öryggiskerfum og með öllum svona nýjum öryggiskerfum koma alls konar bing og bong sem að maður vill mögulega stundum fá að slökkva á. Í þessum bíl getur farið í MG Pilot og þar getur slökkt á öllum kerfunum einum og sér. Það eru þó nokkuð margir takkar til að slökkva á þessu öllu saman. En MG er búið að hugsa fyrir því að maður nennir kannski ekki slökkva á öllum kerfunum einum og sér í hvert einasta skipti sem maður starta bílnum. Þess vegna hef ég slökkt á öllum kerfunum og seifað það hérna í minni bílsins. Það þýðir að í hvert skipti sem ég starta bílnum, þá fer ég bara í MG Pilot og íti á pre-saveið mitt og búm, bíllinn slekkur á öllum kerfunum og ég þurf ekki að hlusta á eitt einasta bing eða bong. Svo er þessi bíll líka með regenerative braking sem að þýðir að bíllinn getur hlaðið inn á rafhlöðuna sína þegar maður bremsar. Svo er hann líka með svokallað one pedal drive sem að þýðir að maður getur keyrt bara með inngjöfinni. Þegar þú vilt fara áfram og gefa í, þá, gefur þú í, en svo þegar þú sleppir inngjöfinni að þá bremsar bíllinn sjálfkrafa og hleður inn í sig á meðan. Einstaklega hentugt þegar maður er að keyra innan bæjar að geta gert þetta bara með einum pedala án þess að hugsa of mikið. Svo hérna fyrir neðan afþreyingarkerfi bílsins finnum maður alvöru takka. Með þessum alvöru tökkum getur maður stjórna því helsta í miðstöðarkerfi bílsins. Ekki nóg með það að þetta séu bara alvöru takkar, heldur þá eru þeir einstaklega vel framleiddir. Öll klikk og allar aðgerðir sem maður gerir með þessum tökkum eru einkar viðkunnanleg. Svo er hægt að hlaða símann sinn þráðlaust hérna. Það sem er einkar viðkunnanlegt við þetta svæði hérna, þar sem maður hleður símann sinn þráðlaust er það er svona fílt efni hérna bakvið, þannig að það er svona mjúkt og fer einkar vel með bakhlið símans. Maður er ekkert að fara að rispa eða neitt svoleiðis. Svo er líka pínulítil vifta hérna bakvið sem að þýðir það að síminn verður aldrei of heitur, þannig að það er alltaf aðeins verið að kæla rafhlöðuna svo hann ofhitni ekki. MG6 er sennilega ekki að fara að vinna neina fegurðarsamkeppni þegar kemur að útlitinu að utan, en það er allt í lagi af því að hann getur unnið fullt af keppnum þegar kemur að frágangi á öllu hérna innan í bílnum sjálfum. Hérna eru mjúk efni út allt og hérna er eitthvað sem að líkist carbon fiber og meira að segja allir takkanir hérna fyrir miðstöðuna eru einstaklega fallegir og nettir og vel hannaðir. Sætin í þessum bíl eru gerð úr þessu leðurlíki og svo hérna fyrir miðju finnur þetta fína rúskinn. Plássið í þessum bíl er eiginlega úr annarri veröld. Hérna sit ég fyrir miðju í aftursætunum með útglenntar fætur og hvorugt neðan á mér rekst í framsætin. Svo fá farþegarnir aftur í líka hita í sætum, 2 USB-C tengi og þetta panoramaþak sem að opnar plássið ennþá frekar í innanrými bílsins. Einnig er hægt að bæta við dráttarbeisl á bílinn og kostar það ykkur 270.000 krónur og þá getur við dregið 1,5 tonn. Hérna aftur í erum við svo með risastórt skott sem er ykkur 674 lítrar, að framan undir húddinu eða frönkið, það er ykkur 67 lítrar og er þetta fyrsta skipti sem að MG býður upp á framskott eða frönk í bílunum sínum. Verðið á þessum bíl er einkar gott og er það einhverjar 6.790.000. Ef þú berð það saman við Kia EV5 eða Volkswagen ID.4 sem eru helstu keppinautar þessa bíls, þá ertu að spara heilmikinn aur. Eða einhvers staðar í kringum 500.000 eða meira. Það eru mögulega ekki margir sem að tengja við vörumerkið MG. Þú skalt ekki láta það stoppa þig í 2 sekúndur að þessi bíl sé framleiddur í Kína. Þessi bíl er með 7 ára verksmiðjuábyrgð
hann kemur með 7 ára rafhlöðuábyrgð og svo hefur hann 7 ára gegnum riðsábyrgð. Það ansi gott fyrir bíl sem að kostar eitthvað 6,8 milljónir. Stemningslýsingin í þessum bíl líka mjög cool og hægt að breyta henni eins og huginum listir. Það hægt að hafa hana, bleika, rauða, græna, jafnvel hálfa appelsínugula eða meira að segja gulan ef þú vilt. Svo hægt að fara líka svona forvaldar stillingar og velja þemu eins og standard, elegant eða jafnvel passionate og þá blikka ljósin svona hægt og rólega eins og hjartsláttur. Mjög rómantískt. Fjöðrun í þessum bíl pínu blöðruleg. Það að segja að hann á það til að hossa svolítið frá hægri til vinstri ef að þú ert að keyra yfir mikla ójöfnu eins og ef að ég begi hérna og sjá að hann svona dúar svolítið fram og tilbaka. En á móti kemur það að sætin í þessum bíl eru mjög þétt og föst og halda mjög vel að þér. Það er mjög góður stuðningur við mjóbakið og gerir mig grein fyrir því að þetta er mjög miðaldra take að koma með á gæði bíls. En ég komin á þann aldur að mér farið að vera illt í bakinu og finn ég það að sætið í þessum bíl styður mjög vel við 39 ára gamla kroppinn minn. Fyrir hverja þessi bíl svo? Jú, ég myndi segja að þessi bíl sé fyrir 2 barna fjölskyldur. Það er jú feikinn og plássi hérna aftur í fyrir öll börn og auðvelt að koma fyrir Isofix barnasætum. Það er líka fullt af plássi í skottinu, getur komið fyrir barnavögnum, getur komið fyrir innkaupapokum. Þannig að ég myndi segja ef þú ert að leita þér að inngöngu í þennan rafmagnsbíla heim fyrir mjög hagkvæman pening, að þá væri þetta bíllinn til að gera það. Einnig held ég að þessi bíll væri fullkominn fyrir ömmu og afa sem að eyða mikinn tíma helgar með barnabörnunum sínum af því að, aftur, það er einfalt að koma fyrir Isofix barnasætum hérna aftur í og þá taka þau út aftur. Ég sæi alveg fyrir mér einhverja ömmur og afa keyrandi á hagkvæmum rafmagnsbíl. Og ef það er eitthvað sem að ömmur og afar elska þá er það góður díll. Og þessi bíll, hann er svo sannarlega góður díll.